Í þessu húsnæði var rekin verslun frá 1908 til 1999 og lengst af sömu fjölskyldunni, kaupmannshjónunum Jóni Eyjólfssyni, en það heitir verslunin Bræðurnir Eyjólfsson, hann einn af þessum bræðrum, og svo konun hans Guðrúnu Arnbjarnardóttur sem að tók við eftir að hann lést 1950. 2003 keypti sem sagt Minjasjóður Önundarfjarðar húsið og hefur verið með svona sumaropnun í versluninni síðan. Við erum reyndar aðeins breytt verslunarhætti af því þau seldu sitt lítið að hverju, voru með álnavöru og sekkjavöru og lengst af bækur. Og nú seljum við aðalega bækur og þá eftir vikt. Þannig að þær eru á 1000 krónur kílóið. Það kom nú þannig til fyrir einhverja röð tilviljana að kærastinn minn réði sig hérna á veitingastæðin Vagnin, þar sem hann í sumar. Hann kokkur og eldar þar og ný landsmenn. Og ég ætlaði bara að koma og vera sumar í sveitinni og láta mig líða vel og kannski hjálpa honum aðeins. Og svo bara kom á daginn að það vantaði einhvern í þessa dásamlegu bókabúð. Þannig að ég náttúrulega stökk á það og hef verið hér í sumar að lesa bækur og afgreiða fólk. Það er búið að vera bara rosalega fín umferð í sumar og fólk tekur ofboðslega vel í þetta. Fólki finnst ekki leiðilegt að fá að gramsa hérna í bókahillunum og velja sér einhverja bækur í kílóavís. Þá er þetta 2600 grömm, jafnmargar krónur. Það seljum við á bara upprunalegu verði sem er prentað á þau. Þannig að þau eru á verðbilinu svona 15 krónur til 1000 eftir verðbólgu. Sumir draumar ræst. Og auðvitað ekki síður að fá að kíkja inn í íbúðina því það er ekki algengt að þeim sé haldið svona alveg í horfinu, þannig að maður fái bara að labba eins og inn í tímavél. Til ljóð sem lifna og deyja í senn og lítil börn sem aldrei